Virðulegur forseti. Skerðingar sem umboðsmaður Alþingis tók á, búsetuskerðingar, tók á í júní síðastliðinn, fyrir rúmu hálfu ári síðan, fjalla það að þarna var við að skerða ekki bara fátækt fólk, heldur þá fátækustu meðal fátækra á Íslandi. Þarna eru tugir manns undir sem gert að lifa á undir 80.000 krónum á mánuði. Og þeir sem minnst fá, sem ég hef heyrt 18.000 krónur á mánuði. Og hefur þessi einstaklingar tækifæri til að fá félagsbætur? Nei, ef það hefur maka, þá fær það ekki félagsbætur. Þeim gert að vera á framfærslu makans. Og þessi gjörningur hefur staðið yfir í 10 ár, frá 1. maí 2009. Og núna kemur ríkið og segir, heyrðu, við ætlum bara að bæta 4 ár. Bara 4 ár. Og ætlar ríkið að segja, yes, okkur tókst að ná 6 árum af þeim sem fátækastir eru hér á landi. Ég segi, við höfum borgað sanngirnisbætur vegna þess að brotið hefur verið á fötluðum einstaklingum og veiku fólki. Og það er sanngirni í því að borga allt tilbaka. Og ég spyr ráðherra, ætlar hann að sjá til þess? Og við skulum átta okkur inn á því að inn í þessum hópi er einstaklingar sem voru ekki bara skertir ólöglega, heldur voru þær litlu bætur sem þeir fengu notað til að skerða dánabætur maka. Og ég spyr, hversu langt getur þetta kerfi gengið í því að níðast á þeim sem verst standa hérna í þessu samfélagi? Við hljótum að segja stopp hér og fara að breyta ykkur. Og ég spyr ráðherra, ætlar hann að sjá til þess að þessu verði breytt? Þá svarar hæstv. Félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, eins og ég sagði við fyrirspurn hjá leið og ég þakka hv. þingmanni, fyrri fyrirspurn frá hv. þingmanni Halldóru Mogensen, þá vil ég segja að Tryggingastofnun er að vinna að þessum málum og mun kynna útfærslu á þessu innan tíðar eins og komið hefur fram á heimasíðu stofnunarinnar og á opinberum vettvangi. En það er alveg óhætt að segja það er alveg rétt að það sem verið er að vinna með þar eru 4 ár. Og það er bara stuðst við almenn lög í því sambandi og þetta var meðal annars kynnt á fundi velferðarnefndar í gær. En eins og ég segi, Tryggingastofnun er að fara yfir þessi mál og átta sig á umfangi þess, líka fara yfir þær fjárveitingar sem stofnunin hefur, undirbúa tímalínu og í því sambandi er allt í lagi að segja frá því hér að sá tími sem getur tekið að hafa upp á hverjum og einum einstaklingi, það er ekki hægt að keyra þetta út, leiðréttingar á þessu er ekki hægt að keyra út bara með einfaldri keyrslu hjá Tryggingastofnun. Það þarf að hafa samband við hvern og einn þessara einstaklinga. Það þarf síðan að hafa samband við systurstofnanir Tryggingastofnunar í öllum þeim löndum sem þeir hafa búið, kalla eftir upplýsingum þaðan, fá það allt saman hingað til Íslands, ræða síðan aftur við viðkomandi einstaklinga, fara yfir málið og reikna handvirkt út hvern og einn einstakling. Og í þessu sambandi hefur Tryggingastofnun bent á það að fá svör meðal annars frá systurstofnun okkar í Skandinavíu eins og Noregi getur tekið allt upp undir 8 mánuði að fá erindi við skriflegum bara systurstofnunum. Þannig að það er í mörg horn að líta í þessu og ég held að þetta er gríðarlega flókið vegna þess að þetta hefur verið framkvæmd sem er búin að vera með þessum hætti í mjög langan tíma eins og hv. þingmaður benti á og í því sambandi er mjög mikilvægt að þegar við og meðal annars má benda á að umboðsmaður tók 2 ár í úrskurð þetta mál þannig að í þessu sambandi er mikilvægt að vanda sig og þetta taki þá einni vikunni lengra heldur en skemur og sé þá rétt þegar að það verði gert. Til máls tekur öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, það er ofboðslega flókið að leiðrétta öryrkja, en ofboðslega einfalt að taka af þeim réttindi þeirra. Og ég spyr, er það pólitísk ákvörðun að borga bara 4 ára aftur tímann? Er það fjárhagsleg ákvörðun sem þingið getur þá komið að? Eða er
hæstv. ráðherra ekki sammála mér? Okkur ber að sjá til þess að þetta fólk sem lifir í algjörri fátækt og svelti eigi að rétt sinn og að reyna að segja það að Tryggingastofnun, það sé erfitt fyrir hann að reikna þetta út. Tryggingastofnun reiknaði út hvernig þessi fólk átti að fá þessar bætur. Til þess að reikna það út sem þeir borgaði þurfti að hafa allar upplýsingar. Þær upplýsingar til staðar. Þannig að það eini munurinn það að breyta þessari prósentutölu og gefa rétt. Þeir hafa allar upplýsingarnar. Að halda öðru fram ekkert annað útúrsnúningur til þess að tefja málið. Og þeim ber skylda til þess að sjá að gera það 1, 2 og 3 og líka að hætta nú þegar þessu ólöglegu skerðingum.